Haustönn 2019 var nú með nokkuð hefðbundnu sniði. Að vísu gerðum við sérstakann samning við Marel þjálfun á 50 starfsmönnum sem að þurftu svona aðeins að fá frískun á sín tæki og tól. Vorunin 2020 var nú svolítið sérstök eins og flestir vitja. Þetta byrjaði náttúrulega með illviðri allt land og bæjarfélög og sveitabæir urðu rafmagnslausir og þurftu á neyðarafli að halda og menn voru í svolítlum vandræðum svona hvernig átti að velja búnað, neyðaraflsbúnað og var undirritaður fengið þess að skrifa grein sem birtist á heimasíðu Iðunnar og í Bændablaðinu þessi mál. Og þar á meðal kom undirritaður aðeins inn á einn hlut sem að lítið hefur verið talað sem íslenskur orkugjafi og heitir metan. Við urðum náttúrulega að bregðast við COVID-19, annað var ekki hægt og við ákváðum þá náttúrulega að vera með mikið að netnámi og við sendum út 3 námskeið í AutoCAD og Autoc Inventor og Inventor HSM. Síðan það líka hinn frægi YouTube skóli. Á YouTube alveg gríðarlegt magn af upplýsingum og fræðslumólum og þarna settum við inn á The Engineering Mindset 22 vídeó frá kælitækni og 35 frá The Lunchbox í vökvatækni. Sviðið lét gera könnun meðal félagsmanna hvernig þeir sæju framtíðina og hvar væri eitthvað sem við gætum boðið þeim. Og helstu niðurstöður í því voru að við myndum auka kennslu í iðntölvum, varðandi skynjara og annan tölvubúnað.